Já, hlúðan fara yfir að hvernig rásin vinnur. Þetta hérna er verkefnið hérna, þessi 3 blöð. Og tengjum við rásina kolli. Og svo bara byrjum við hér. Hver er hámarkstöður? Þetta runnið í gegnum R1 hérna. Þetta er R1 hérna. R1. Já, það er að segja hér á milli. Það deiliði bara í, bara viðnám deltibí spennu og þú fá 30 mA, 0,03 ampere. Þannig að hámarksströymurinn hér er 30 mA. Google ofta nefnir að finna út hámarksströyminn í gegnum LED. Já, það googlið hann bara og þá fáið að hann þolir 50 mA max. Þannig að 30 er bara fínt. Og síðan eigum við að gera nú hvað? Hérna já. Teiknum við upp oft og nema eilínumyndina hér. Það er það græna hérna. Og útskýrir hvernig það virkar. Og það er bara þannig að þetta er svona tveir turnar hérna. Optoneminn er svona gæi. Hérna er ljósdíóðan hérna inni. Og hér er fótótransistorinn hérna inni. Hérna eru 2 vírar hérna út. Þetta er svona 3-vitt svona. Svona. Og þetta ljósið fer hér á milli, hérna yfir, frá þessari ljósdíóðu, yfir á beisinu á transistor hérna. Og þá losnar rafeindir á beisinum hérna, þetta er svona plata, og það fer svo að flæða hér á milli, frá kollektor yfir á emitterinn, hérna. Ef það kemur eitthvað á milli, blaðið eitthvað, þá hættir þetta ljós að fara hingað yfir, og þá losnar engar rafeindir hér lengur og þá hættir hann að leiða. Þannig að þannig virkar hann. Ljós hérna yfir, þá leiðir hér á milli, ekkert ljós hér á milli og leiðir hann ekki. Ok. Teiknum við spennubreytinn sem tekur 280 volt og gefur 12 volt AC. Og spennubreytinn, hann virkar þannig að hann virkar á segulsviði og segulsviði myndast bara þegar stöðmurinn er að vaxa eða minnka. Hérna eru 50 Hz sem kallað er, 50 Hz og svona rifspenna. Það koma 50 svona heilbylgjur á sekundu. Það er að segja að við skulum byrja hérna, hér er 0, engin strömmur. Svo fer að spennan að hækka og þá fer strömmurinn það meira hérna inn og hann er á hámarkinu hér, hérna, og svo fer að minnka strömmurinn aftur. Þannig að hérna flegi ferð í gegn og svo minnkar og minnkar. Svo snýst hann við, kemur hérna meginn inn, hérna, og spennan hækkar og fer í gegn hérna flegi ferð og svo minnkar og þetta skiptir svona, 50 sekúndur. En þetta er riðspenna eða riðströmmur. Og því að það er breyting á segulsviðinu, því að spennan er að hækka og minnka og svo stakkar hann aftur og minnkar. Og þá kemur segulsviðið, það segulsvið fer í hérna málmkjarna hérna og kúplast hingað yfir, sama segulsvið í þessum vafningum og hér, og þannig flyst rafmagnið hérna og hingað yfir með segulsviðinu. Og hér eru 19 sinnum færri vafningar, þannig að hérna eru 19 vafningar á móti einu hérna. Það kemur lægri spenna út sem nemur þessu vafningar hlutfalli. Ef það væri 100 vafningar hér og 50 hérna, þá kemur bara hálf spennan hérna út. Það er bara 115 volt. Ef það væri jafnmargir vafningar hér og hér, þá er sama spenna inn og út. Ok? Og hér er svo virkar sem heitir að DC. Ef nei, hvers vegna ekki? Virkar ekki að DC. Af því að hér setur batteri hérna yfir, kemur það hérna hægt, og það heldur áfram alltaf með sama straum. Segulsviðið myndast bara þegar það er að breytast. Og svo er bara jafnt alltaf og þá fer segulsviðið. Virkar ekki að þessu. Rekið merkið í gegnum rásina, þá koma hérna, hér kemur rafmagnið ljósdíóðana, hér kemur ljós og þá leiðir þessi hérna gæi. Hér kemur ljós líka, þetta er bara gömulljós, sýnir okkur bara þegar transistorinn leiðir. Og hér er bara, það fer hérna inn í beisinn, þessi leiðir hér, þessi spóla myndar segulsvið og liðinn dregur, digg, svona. Hér leiðir, það er að segja, hér er ekkert á milli, þá er þessi hérna yfir, þá fer mótorinn hér, hérna er pluss og hér fer hann til jarðar hérna á milli og til jarðar og mótorinn frá flegiferð. Og hérna ljósið sem er hér, það sloknar. Þannig að þegar þið stöðinni svona, þá er þetta svona og mótorinn snýst og hér er ekkert ljós. Síðan sittið eitthvað hérna á milli, eitthvað bréf eða eitthvað plata hérna á milli, þá hættir ljósið að fara hérna yfir, komið hérna á milli, eitthvað svona hlutur, og þá kemur engin ljóseind á beisinn, engar rafeindir, þessi hættir að leiða, þetta LED sloknar,
Þessi hættir að leiða, bara svo opin rofi svona, og spólan dreifur ekki neitt og þá leiðin í það stöðu sem hann hér, mótorinn snýst ekki og peran logar. Þetta getur verið gömljós, satt bara þú veist hætta, mótorinn hættur að snúast eða einhver aðvörunarljós þegar mótorinn hættir að snúast. Já, og svo flyback-díóða, það að segja þegar með svona spólu hérna og þegar þið rjúir á svona snögglega, þá eðli spólu, það orka í seglinum, segulsviðið ennþá, þá breytir segulsviðið í spennu sem öfugt. Það eru plús hér og mínus hérna. Þetta getur að háspenna 100-200 volt og þá þetta flyback-díóðu sem kallað hún spennt í hindrunarátt, svona, þegar plús hér þá stoppar það hérna, en þegar plús kemur hérna megin, þá fer hann hér í gegn. Þannig að flyback-díóðan, hún étur flyback-púlsinn sem myndast þegar þið rjúfið snögglega og það straumur þetta í gegn og þið rjúfið hann snögglega, þá myndast í þessu svona flyback-púls og þessi díóð, hún étur þann púls. Ok? Heyrðu þið, þá búið að fara við þetta. Takk fyrir.